Jæja, þá sumarið komið á Akureyri, sólin skín og það þýðir bara eitt, við Nunni hoppum út í sólskinið og ætlum að spjalla aðeins hús í dag. Það ekkert meira viðeigandi heldur en að byrja á eiginlega drottningssafnana, það Amtsbókasafnið á Akureyri. Hún 200 ára gömul og hefur verið var á hrakhólum í 140 ár, þangað til að var ákveðið að fara í að byggja Amtsbókasafnið eins og það hérna núna. Þetta safn svældist var inn í bæ og fleiri stöðum, þá eru ýmsir safnstjórar og kannski frægastu þar að nefna í 20 ár var sjálfur Davíð Stefánsson, skáld Eyfirðinga. Það svo árið 1935 sem farið í samkeppni nýbyggingu hér á þessum stað. Það voru þessi 2 staðir sem komu til greina, annar inn í bænum, eða sem sé í miðbænum og hinn hérna. Það voru Bárður Ísleifsson og Gunnlaugur Halldórsson sem unnu þessa, báðir ungir arkitektar, unnu þessa samkeppni. Það var ekki farið í þetta, það voru ekki til peningar til að fara í þetta og það ekki fyrir en fyrir 1968 sem haft samband við og aftur. Það dust að rekja þessum teikningum en það komin nýir tímar, modernismin komin í öllu sínu veldi. Þannig að þeir dust að rekja þessum teikningum og það verður til teikning í modernískum stíl, svo vægast sé til orða tekið. Byggingarnefndin, ég veit menn voru ekkert sammála þessa byggingu, töldu þetta allt of nýtískulegt, allt of mikið gler, allt of mikið stál og sléttaþakið fór fyrir brjóstið á mörgum og þar á meðal Davíð Stefánsssyni sem lét bóka það að þetta þak ætti eftir að leka og vera til vandræða sem eftir væri. Það hefur að vísu svolítið raungerst, því að það hefur verið má vesen með þakið en þess ber að gæta á fyrri tíðum þegar var verið að byggja þetta, það voru ekki komið þau efni, það var ekki farið að einangra húsa utan eins og gert í dag. Þannig að allir frágangur allt öðruvísi í dag og það svo sem ekkert að óttast flötþök frekar en önnur. Það svo árið 1984 sem að safnið orðið það stórt að það þarf að fara að byggja við það. Það haldin samkeppni, Guðmundur Jónsson arkitekt, Akureyringur og búsettur í Ósló. Hann vinnur þessa samkeppni sem var haldin hérna og það farið í viðbygginguna og það aftur byggingin sem við sjáum hérna. Ég held að megi segja að það hefði tekist alveg ótrúlega vel til með þessa byggingu sem viðbyggingu við safnið sjálft. Þetta sjálfstæð bygging, hún listaverk út af fyrir sig en hún aðlagar sig að hinum byggingunum og þetta kannski alveg dæmi það hvernig við getum byggt jafnvel inn í hverfum nýtt en aðlagað að því sem fyrir Það himinn og haf á milli þessara tveggja bygginga, það himinn og haf í byggingastíl á milli þessara tveggja bygginga en þetta gengur upp bara. Svo getum við rifist það hvort að þetta eigi rétt á sér hérna eða ekki og ég kannski komin í mótsögn sjálfa mig þegar ég fer að segja það að við eigum að byggja aðlaga hús að því sem fyrir Þetta hús hefur ekki gert það. Þetta sjálfstætt hús, fulltrúi modernismans stendur hérna sem pínulítill svona skúlptúr í hverfinu. Og það í sjálfu sér allt í lagi. Við vitum það að það fullt af byggingur sem eru afskaplega sérstakar út allan heim. Það nefna Frank Gehry arkitekt og fleira sem hafa byggt þetta. Það koma milljónir manna á hverju ári til að skoða þessar byggingar. Þannig að þær í sjálfu sér orðnar svona svo í sletti attraksjón. Að fólk komi og skoði bara byggingarna vegna. Þessi klæðning hérna utan á, hún var svolítið merkileg vegna þess að þetta allt svona rúnaður og fínir steinar. Klæðslan hér fyrir neðan, hún var þannig í gamla daga, fyrst þetta húsið var byggt, það voru svona steinar bara miklu, miklu stærri og úr þeim var hlaðinn veggur hérna niðri. Þetta þekki ég ákaflega vel vegna þess að ég bjó á lóðinni sem að þessi bygging stendur og þá var hús hér sem hét Brekkgata 21 og ég lék mér hér í grunninum af Amtsbókasafninu þegar ég var pínulítill
Þannig að þetta eru svona uppeldisstöðvarnar hér. En við skulum labba aðeins niður fyrir að skoða hvað hefur verið gert við kantinn þar. Það er ekki alveg að ganga upp. Göngum niður. Þegar við komum hérna niður þá erum við komið með grjót sem er tilhoggið. Þetta er rosalega vel gert og fínt. En málið er það bara að þetta passar ekki. Hérna var stóri hnullungar áður, mjúkir og fínir, en það var dregið úr klæningunni þarna uppi og sett hér niður í raun og veru, þannig að þetta passaði svona allt saman. Þetta gengur ekki alveg upp með hinu, eins og ég segi, þetta er vel gert og allt það, en bara vitlaust efni á vitlausum stað. Þá erum við komin í viðbygginguna nýju hérna og nú erum við alveg niður í kjallara, eins langt og eins og hægt er að komast. Og það er að vísa allir í sumarfríi núna, þannig að það er ekkert fólk að vinna hérna. En þessi staður, eða á þessum stað, ég er ekki viss að margir vita það, hér er geymt allt útgefið efni sem er útgefið nánast og hægt er að nálgast. Og eins og safnstjórinn sagði, það er eiginlega allt geymt hér nema karmelubréf. Það eru dánatilkynningar, það eru blöð, það eru pizzaauglýsingar. Það er allt saman sem þau ná í. Það er geymt, það er flokkað hérna, sett í og geymt hérna. Það er sko engu hent hér. Mér fannst þetta afskaplega merkilegt. Merkilegu staður hér niðri. Hafði ekki hugmynd þetta væri svona og það er margir sem vinna hérna við það engu að flokka þetta allt saman. En við skulum labba aðeins upp á efri hæðirnar. Nú erum við komin upp á fyrstu hæðinni í raun og veru úr kjallaranum og það er matstofa sem er hérna inni. Vel sótt eins og við sjáum hérna fyrir aftan mig og ég held ég væri rétt með að hér sé bara heilsufæði boðið upp á það en það stoppar ekki fólkið hérna inni. Sko, það sem ef maður kemur hérna inn, andrúmsloftið, það er svo ótrúlega gott. Það er lögurinn á þessum rýmum, það er lofthæðin hérna. En þetta er eins og að koma inn á svona bara heimili nánast. Og það eru allir velkomnir, það er alveg sama, það er ekkert verið að sussa á neinn eins og í gamla daga. Það er allir svo hjartanlega velkomnir hérna, bæði börn og aðrir, að maður alveg nemur það í starfsfólkinu og öðrum hvað þú ert velkomin hérna. Við skulum labba aðeins inn hérna í hólið sjálft. Hæ, þetta borða? Þetta borða matinn? Þá erum við komin hérna fram í anddyri sem er svona hjartað í húsinu hérna kannski. Það er allt að gerast hér. Í dag er sýning hérna í sambandi við, hún er frá Kanada þessi sýning og þetta er Norðurslóða rannsóknarstöð sem er í byggingu hérna og ég hvet fólk bara til að koma hérna og skoða þessa sýningu. Hún er svolítið merkileg nefnilega. Hönnunin á þessum húsum, það var lagt upp með það að tengja hana eins mikið saman við byggingarlist eða list frumbyggjana á norðurslóðum í Kanada í þessari rannsóknarstöð hérna eða húsi. Þannig að, já, eins og ég segi, endilega komið og skoðið þetta, þetta er merkilegt. Svo er hérna í miðjunni hafa verið bækur til sölu, það hafa verið sýningar hérna aðrar. Það hafa verið að selja hér fræga svo kallaða Múmínóls bolla og fleira sem það er alltaf eitthvað í gangi hérna. Það er alls konar hérna sem að gerist. Þá erum við komin hérna í afgreiðsluna í Amtsbókasafninu og það sem ég er svo ánægður með hérna, fyrir nokkrum árum þá var borð hérna fyrir, alveg vígirt, hérna fyrir það sem ég bendi núna. Þar á bak var starfsfólkið og þetta var svona veggur sem hún komst á. Sagði eiginlega, þú ert ekkert velkomin lengra, nú skaltu segja mig hvað þið vantar eða sem sé fá afgreiðslu. Svo er búið að taka þennan vegg núna sem betur fer, eða skrifborðið sem var hérna
afgreiðsluborðið og nú búið að laga þetta þannig að fólk velkomið hérna inn. Þú getur komið bara upp að starfsfólkinu og talað við það og spurt. Því að elskulegra starfsfólk hef ég varla hitt á stofnunum. En þetta bara þessi smá hlutur hérna, það lýsir svo vel andanum í safninu að þú svo hjartanlega velkomin hérna inn. Komdu, fáðu upplýsingar, talaðu við okkur og við hjálpum þér við það sem þú ert að leita eftir. Þetta það sem vantar svo víða. Þetta einhvern veginn, þetta í miðjuhúsinu og þetta segir þú svo hjartanlega velkomin upp á efri hæðina líka. Það fyrir utan allra krakkarnir geta leikið sér hérna því að þetta með að menn með ekki segja neitt á bókasafni, það liðin tíð. Við skulum labba upp þennan fína stiga hérna og kikka aðeins á efri hæðirnar. Þá vorum komin upp á efri hæðina. Það sem svo skemmtilegt við þetta safn líka, það það eins og ég margbúinn að segja, það allir svo hjartanlega velkomnir hérna. Þeir hafa gefið út hér alveg A4 þéttprentaðan hvað sé hægt að gera hérna annað heldur en að fá lánaða bækur. Ég tók bara örfá sem ég ætla að fá að lesa upp af því að nú með svona gullfiska minni. Hér sögustund fyrir börn sem dæmi. Hér góð sýningaraðstaða fyrir alla. Hér hittast handavinnuhópurinn Hnotan yfir vetratíman og hópurinn opinn öllum. Það sem sé fullt af starfsemi hérna í húsinu önnur heldur en að taka og lesa bækur. Hér hægt að halda fundi, kynningar eða fyrirlestra. Það sem sé að leigja sér aðstöðu hérna. Hér á þriðju hæð hússins héraðsskjalasafn. Við kíkkum aðeins á það á eftir. Hér starfrækt spilaklúbur fyrir börn yfir vetratíman. Það mikið barnastarf hérna í þessu. Hér aðgangur að allri íslenskri útgáfu sem borist hefur í skylduskilun. Það var það sem við vorum að skoða niður í kjallaranum áðan. Og svo stendur hérna í lokin, og það kannski lýsandi fyrir þetta, hér hægt að fá sér kríu í sófa eða hægindastól. Þú þarft ekki að taka bók hérna, þú getur bara tekið hádegislúr í hér og þú ert bara hjartanlega velkomin. Ég skal sýna ykkur aðstöðuna hérna sem við getum sofnað aðeins. Það ekkert amalegt að sittast hér niður og ná bara núvitund með þetta útsýni hérna. Fínu húsgögn og eins og ég segi, ég held að minnst engin við því þó ég sitti fæturnar upp í sófann og dotti aðeins hérna. Og þetta sama, þetta hérna allt á efri hæðinni. Það alls staðar hægt að sittast niður, það hægt að halda litla fundi, það hægt að læra, það hægt að hitta fólk eða skoða gögn eða þetta bara eins og ég segi, fólk bara svo innilega velkomið hingað einhvern veginn og andrúmsloftið alveg einstakt. Hérna inni, þetta það sem við köllum gamalt, eða þeir kalla gamalt og gott og hér hef ég þurft að ná í bækur, eldri gerðirnar, þær geymdar hér inni og það allir velkomnir að koma hér og hægt að finna alveg ótrúlegustu hluti hérna sem maður hélt að væri algjörlega glataðir. En eins og ég segi, þetta ótrúlega fínt þetta safn allt saman. Þú finnur nánast allt hérna. Við skulum labba aðeins inn og kíkja á héraðsskjalasafnið. Þá erum við komin upp á efstu hæð hér í nýbyggingunni og þetta héraðsskjalasafnið sem hér. Héraðsskjalasafnið sjálfstæð stofnun rekin af Akureyrarbæ og sveitarfélögunum hérna í kring og þetta sem sé öll skjöl, allar jafnvel teikningar gamalt hef ég nálgast hér og fengið. Það geymt hérna pluss ýmis önnur vinna sem ég þekki svo sem ekki alveg til en allavega þetta til staðar hér og vinnu aðstæðan sem ég svo hrifin af, hún náttúrulega alveg frábær hérna. Þá erum við komin í allt annað umhverfi. Nú erum við komin í innbæinn, gamla innbæinn á Akureyri og við erum stödd fyrir framan Laxdalshús, byggt 1795, elsta hús Akureyringa. Það búið að vera margt hérna í þessu húsi.
Bjuggu nú hérna fjölmargar fjölskyldur til að byrja með þegar þetta var í fullri notkun. En síðan á seinni árum hafa verið hér veitingastaðir og svona ýmisleg starfsemi hérna. Í dag eru hjón sem að reka þetta, Jónína Björg og Magnús Jón, og þetta konsept, þessi hugmynd er alveg eiginlega brilljant og ég er svo óskaplega hrifinn af þessu. Þau eru með þennan veitingastað, þú getur komið hérna, hann er opinn svona á tyllidögum. Þú getur pantað tíma hérna, þú getur líka keypt mat hérna og farið með frá þér, svona nánast eins og street food. En Jónína er síðan með vinnustofu hérna inni, þar sem hún er myndlistarkona og hún leigir út frá sér herbergi að það er hægt að leigja hjá henni aðstöðu á loftinu í þessu. Þannig að það er svona pínulítið líf í húsinu tengt þessu. Hún er hér flesta daga og svo eldar Jón aftur fyrir þegar það stendur til. Og ég spyr mig oft sjálfur, af hverju getum við ekki haft svona stað? Þetta er inn í miðju íbúðahverfi hérna. Við höfum ekki svona stað eða aðstöðu fyrir það í hverfunum sem við erum að hanna í dag fyrir bæjarbúana sem búa í hverfinu. Það þarf ekki svo mikið, það þarf ekki stórt hús eins og þetta sýnir hérna, en bara þessi litla starfsemi, lítið kaffihús, lítill matsölustaður, lítið gallerí eða eitthvað, að við búum ekki til aðstöðu fyrir það í hverfunum, og þá höfða ég fyrst og fremst til skipulagsfræðingana. Við ætlum að reyna að vera í hverfunum og ekki fara út úr þeim alltaf, heldur að vera með svona innri strúktúr í hverfunum sem að hjálpa okkur. Við ætlum ekki að keyra alltaf eitthvað til þess að upplifa eitthvað. Við eigum að geta haft þetta alveg hjá okkur. Ég má til með að nefna það að líka, að því að ég blanda mér nú í alla hluti, kantsteinar á Akureyri hafa alltaf farið óskaplega í taugarnar á mér. Fyrsta lagi hef ég aldrei skilið að hverju þurfa að vera svona háir, og í öðru lagi þá safnast allur sandur og drasl í öll svona skot sem eru hornrétt. Ef við kíkum hérna niður, þá hefur verið lagt allt öðruvísi steinn, þetta er að vísu hleðslusteinn, en það er lítið mál að steypa þetta. Það er alveg lágmars skítur og drasl hérna. Og þá er það sagt. Við skulum labba aðeins inn. Því að nú að tala að ég er alltaf að blanda mér í hlutina og smámunasamur. Svona skilti á svona hurð frá þessum hérna tímabili, þetta gerum við ekki. Þetta er bara svo hrikalega ljótt að sjá þetta. Það hlýtur að vera þetta að leysa þetta einhvern veginn öðruvísi. En við skulum labba inn og skoða. Þá erum við komin inn af forstofunni er hérna salur þar sem hægt er að borða og vera með veitingar. Þetta er líka sýningarsalur fyrir Jónínu hérna og hún er búin að hengja upp hér myndir núna sem eru aðgengilegar fyrir fólk sem vill koma og skoða. En það getur líka, ég held að með við gömlu húsin hérna, þá er þetta óvenju mikið lofthæð hérna. Ég er búin að koma inn í fleiri hús þar sem ég hef þurft að beygja mig undir hverja einustu hurð. Það er nú ekkert svona sérstaklega hávaxinn. En þetta hefur verið gert af svolítið metnaði og verið svolítið reisn yfir þessu öllu. Ég veit ekki hvort það er rétt, ég heyrði að það hefur búið hér allavega 4 fjölskyldur á sínu tíma. Enda kröfunar öðruvísi og annars staðar. En við skulum kíka aðeins, við löpum aðeins einn hring hérna í kringum húsið, eða inn í húsinu. Þá erum við komin inn í þetta litla herbergi inn af salnum sem við vorum í áðan. Þetta er vinnuaðstaða Jónínar, hérna er málað og myndlistast út í eitt. Þegar maður kemur hérna inn, það er svo náttúrulega í þessum gömlu húsum, svona látt við lott, þetta er svo ótrúlegt flott andrúmsloftið hérna inni. Það er vel heitt hérna og einhvern veginn afskaplega hlýlegt allt saman. Litirnir á veggjónum hafa tekist alveg séldeinisvel upp. Þannig að þetta er í alla staði algjörlega til fyrirmyndar. En við skulum labba aðeins inn í eldhúsið líka. Þá erum við komin hérna í eldhúsið. Það er
agnar smátt en hér fer allt fram sem þarf að gera til þess að gera þetta svona fínu veitingastað eins og þetta er í dag. Sé þessa litlu glugga og náttúrulega freistingarnar eru hér á borðinu, þannig að hérna, þetta er bara yndislegt alveg hreint. Ég ætla að labba aðeins fram í salinn hérna með ykkur. Þá erum við komin hérna í salinn sem er síðasta salinn í húsinu hérna. Ég veit ekki hvað þetta hefur verið hér áður fyrir, ég þarf að skoða teikningar af þessu. Við erum með gamla eldskorsteininn hérna og afgreiðsluborðið hérna og svo þessi litlu borð sem eru hér. Ég get sagt frá því til gamans að þetta borð hérna, þetta eru dönsk borð sem ég sá hérna þegar ég kom fyrst að skoða þetta og maður sem heitir Jörgen Byggmark teiknaði þessi borð. Hann var húsgagnahönnuður og kennari minn í skólanum út í Kaupmannahöfn á sínu tíma. Og þessi borð voru hönnuð þannig að það er hægt að lyfta borðplötunni og snúa henni við þegar hún er orðin slitin á þessari hlið. Þessi ágætu hönnuður sem hefur hannað ótrúlega mikið af flottum húsgögnum í Danmörku var að deyja í fyrra, þannig að það er gaman að eiga þetta. Ég sagði eigendurna að þau verða að halda upp á þessi borð því að þetta verður meira áttar antík í framtíðinni. En allavega að vera hérna inni, þetta er svona, ég veit ekki af hverju mér dettur í hug dönsk krá eða lítill veitingastaður eða eitthvað. Gluggarnir og allt, allur skalinn er í, eins og ég tuði alltaf hann er í stíl við mig. Það er bara svoleiðis. Og það er alveg sama þó þetta sé svona þétt hérna núna eins og borðin. Þú situr hérna og þú situr hér og það er hver á sínu svæði. Það þarf ekkert að vera langborði eða neitt. Þannig að ef að rýmið er fallegt, og þetta er nú nokkurn veginn gullið snið hérna inni, að þá er hægt að sitja miklu þéttar saman heldur en ef ekki, eða væri ekki. Svo höfum við hérna baksvæðis við húsið. Þar höfum við steinbyggingu sem er alltaf miklu yngri. Þetta var byggt sem þvottahús fyrir íbúðirnar eða húsin sem að bærinn átti hér suður úr götunni. En nú er þetta notað sem geymsla og frystir og slísi, það er ekkert pláss fyrir það inn í húsinu. Ég get svo kikkað aðeins á klæðninguna hérna. Þetta er bærinn á heiðurskili fyrir hvernig hann hefur gengið frá þessu öllu saman. Hérna eru náttúrulega, það er engar skrúur hér eru bara orginal naglar gamlir og vel við haldið allt saman, bæði gluggum, klæðningu og þaki. Og það er svolítið gaman að sjá þess að sveigju í þakinu sem er á dönsku húsunum. Þá var þetta þekkt vegna þess að þá komu þaksperrurnar ofan á reimarnar sem voru, þannig að það kom alltaf svona knekt í húsin, en hérna hefur þetta verið tekið með svona fallegri sveigju. Og vekja athygli líka á þakrennunni sem er svona ekta dönsk heimatilbúin fyrir ofan dyrnar hérna. Þetta hús það er náttúrulega að fá miklu meiri upplýsingar en ég er að gefa hér húsið, en þetta hús var byggt, já eins og ég sagði, 1795, það er friðað 1978 og svo það tekið í notkun aftur, það var í algjörri niðurníðslu hérna, tekið í notkun aftur 1984, þannig að þá gengur það í endurnýjun lífdaga. Og það er náttúrulega ómetanlegt að hafa þessar minjar og þetta er eina húsið hér á Akureyri frá þessum tíma sem til er. Svo erum við komin inn í 1800 og eitthvað aftur seinna meir. Þannig að eins og ég segi, heiðurskilið bærinn fyrir að halda þessu svona vel við og gera svona vel við þetta og gera fólki kleift á að vera í húsinu. Það er ekki síður að það þarf svolítið stundum að draga vagninn og hleypa svo fólki í þetta. Og ég ætla bara að ítreka það aftur að þetta er svo auðvelt að gera þetta inn í íbúðahverfum sem við erum að hanna. Hvort sem það eru gróðurreitir, svona aðstaða. Það er fullt af einyrkjum í bænum sem vill vera í svona húsnæði. Það er að segja þá litlu húsnæði, litlum húsum eða húsnæði en ekki í blokkaríbúðum. Það gengur ekki. Þannig að við þurfum að gera, þetta er orðið allt og einsleitt hjá okkur í dag. Það vantar, eins og ég er alltaf að segja, það vantar innri strúktúrinn í hverfin. En þetta getur verið skósmiður eða glerslípari eða guð má vita hvað.
þekki það svo sem ekki, eða lítil arkitektastofa eða eitthvað. En þetta getur allt verið í hverfunum hjá okkur.